Góðan dag. Við erum í Rauða krossinu Reykjavíkur og ætlum að gera viðtal við Þórir Guðmundsson. Sæll. Þórir, nokkur að veitum starfið þitt hjá Rauða krossinu. Ég forstöðumaður Rauða krossins í Reykjavík sem ein af 43 deildum Rauða krossins á Íslandi. Við vinnum meðal annars að málefnum innflytjenda og flóttamanna á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að meðal okkar verkefna hérna eru til dæmis verkefni fyrir börn í skóla sem eiga kannski erfitt með heimanámið vegna þess að foreldrarnir tala ekki íslensku og geta ekki aðstofað við heimanám á íslensku. Að þá skipuleggjum við kennara sem eru komnir á eftirlaun og aðra til þess að aðstoða börn við heimanámið. Við erum líka aðstoða flóttafólk sem kemur til landsins og hefur ekki þekkir ekki Ísland og hefur ekki svona netverk í kringum sig. En maður það sem maður ólst upp og fæddist, þá þekkir maður er með ættingja, maður er með vini, maður er með fólk sem maður þekkir. En þegar maður koma hingað sem flóttafólk, þá hafa þeir þetta ekki. Þannig að við útvegum sjálfboðaliða sem svona reyna að mynda þetta netverk í kringum fólk. Þannig að þetta svona 2 verkefni sem við erum með. Við erum líka með verkefni fyrir flóttafólk þar sem það fær svona ýmsa hagnýta aðstoð. Fólk kemur hér inn í landið, annaðhvort í boði ríkisstjórnar Íslands, fær ýmsa aðstoð frá stjórnvöldum, eða kemur og sækir hæli, fær stöðu hér sem flóttamenn, en þá þarf það að útvega sér húsnæði, koma sér í vinnu, læra tungumál og allt þetta og menn geta komið hingað og fengið svona ákveðna aðstoð við þetta. Þannig að þetta er svona meðal þess sem að Rauði krossinn í Reykjavík gerir, en svo erum við auðvitað með fleiri verkefni fyrir fólk sem við erum með verkefni til dæmis fyrir heimilislausar konur, þar sem þær geta gist á nóttinni í konukoti. Við erum með athvarf fyrir fólk með geðraskanir sem hefur þá stað á daginn til þess að fara og hafa samneyti við aðra í Vin á Hverfisgötunni í Reykjavík. Við erum með aðstoð við fólk sem einmana, sjálfboðaliðar heimsækja einmana fólk, yfirleitt gamalt eða veikt fólk. Og við erum með aðstoð við fólk sem mjög fátækt, styðjum það á svona ýmsan hátt. Þannig að það ýmislegt sem við gerum og meðal þess sem við vinnum að reyna að aðstoða bæði flóttafólk, innflytjendur við að fóta sig í samfélaginu. Já, ok. Hversu margir starfsmenn og sjálfboðaliða eru að vinna hjá Rauða krossinu? Hjá Rauða krossinum í heildina þá eru starfsmennir það bil 100 og sjálfboðaliðarnir 3500, svona það bil. Hjá okkur í Reykjavík þá eru starfsmennir 24 og sjálfboðaliðarnir okkar eru 844, það voru það í gær þegar ég tekkaði. Getur vinna hjá Rauða krossinum haft áhrif á persónulegt líf þitt? Já, ég held að vinna hjá Rauða krossinum og sömuleiðis að vera í sjálfboðastarfi fyrir Rauða krossinum geti haft áhrif á fólk til þess betra. Maður kynnist mjög mörgu í samfélaginu, bæði þar sem þörf á aðstoð, en líka maður kynnist mjög góðu fólki sem vill verja sínum tíma án þess að fá neitt borgað fyrir það til þess að aðstoða og til þess að vera með í uppbyggingastarfi. Og það mjög skemmtilegt að sjá þá hlið á fólki og kynnast fólki sem vill gefa af sjálfu sér án þess að fá neitt tilbaka, nema bara gleðina. En hvernig finnst þér þegar einhver þakkar þér fyrir vinnu þína? Ertu stoltur? Sko, ég stoltur af því að vinna fyrir Rauða krossinn. Ég hef vinnið fyrir Rauða krossinn meira og minna síðan 1996, þannig að þetta har verið nokkuð mörg ár. Og ég mjög stoltur af því. Þegar fólk þakkar mér þá líður mér auðvitað vel, en ég veit líka að ég á það yfirleitt ekki skilið. Það einhverjir aðrir sem eiga miklu meiri þátt í því sem fólk er að þakka fyrir. Og þetta er alþjóðlegt netverk og alþjóðleg hreyfing. Það eru tugir milljóna sjálfboðaliða Rauða kross út allan heim. Og það það sem alveg sérstaklega áhugavert og manni líður vel með að þetta ekki bara á Íslandi, þetta í öllum löndum sem að Rauði krossin eða Rauði hálfmáninn starfa. Milljónir sjálfboðaliða, þúsundir starfsmanna sem allir eru svona að vinna að sama markmiði og það mjög ánægjulegt.
Og heldur að verkefni okkar sé gagnlegt til að sameina erlend börn og unga flóttamenn og tryggja þau almenningi? Já, ég vona það virkilega. Það vantar upplýsingar. Það er eitt af því sem við vitum að þegar fólk kemur til Íslands að þá skortir upplýsingar á mörgum tungumálum. Það eru svona ákveðnir aðilar í samfélaginu sem eru að veita upplýsingar og á vegum stjórnvalda eru upplýsingarsíður. En það er mjög mikilvægt líka að fólk sem hefur áhuga á þessu málefni láti til sín taka og áhugamannasamtök eins og ykkar veiti upplýsingar líka. Því að það sem eru opinberar upplýsingar, það eru kannski öðruvísi heldur en það sem mann geta gert sem hafa áhuga á málinu og að gera það bara af því að þeir vita hver þörfin er. Og langar þið að senda skilaboð til samfélagsins í gegnum okkur? Já, gjarnan. Ef þeir sem eru að horfa á þetta viðtal og eru inn á þessari vefsíðu eru nýkomnir til landsins, hafið samband við Rauða krossinn, ekki bara til þess að fá aðstoð. Ef þið þurfið aðstoð, allt í lagi, hafið þið samband. Það er líka samband til þess að vera með okkur í starfinu. Okkur vantar alltaf sjálfboðaliða, bæði í verkefni fyrir flóttamenn og fyrir innflytjendur, en líka öll hin verkefni. Þannig að fólk sem kemur til Íslands, það er ekki bara komið og er alls ekki bara komið til þess að taka við einhverju. Við viljum líka að menn gefi af sér. Þannig að endilega hafið samband við Rauða krossinn. Við viljum vera félagar, taka þátt í því sem við erum að gera, sem sjálfboðaliðar, sem stjórnarmenn, sem starfsmenn og svo framvegis. Þannig að endilega hafið samband. Takk fyrir þetta og við vorum með Þóri Guðmundsson sem verið hjá Rauða krossins í Reykjavíkur. Takk fyrir. Takk.